Hér sýn ykkur hvernig ég get vunnið með hljóðskrár í Processing. Þannig að hérna eitthvað lag sem ég vil hafa undir í Processing, þannig ég get kópið hann legg. Hérna ein vefsíða sem maður getur breytt þessi yfir MP3. Það leggur á þessi síðu á innu, konvertað og síðan downloadað. Síðan vil ég setja þetta lag inn í forrit sem heitir Audacity. Leggur og það forrit líka innu. Ég get dregið það hingað inn og þá sé ég hvernig það lítur út. Og það sem ég vil gera hérna er að ég vil sjá komast það í hvað er mikið bil í taktinum. Þannig að ég veit að ég heyrði ekki hljóð en þannig að takturinn er sem ná frá cirka bát hérna yfir á hérna punkt. Og ef ég með lengð vali hérna og þá get ég einfallega bara ljómað upp þetta bil. Þá stendur hérna 600, þetta þýðir 600 millisekundur. Þannig að þá veit ég að bilið milli taktsins er 600 millisekundur og maður getur líka alltaf prófað annars væði hérna er 602, þannig að þetta er nokkur veginn á því bili. Þannig að ég þarf að muna það þegar ég fer yfir í Processing og stilli það hversu hratt ljósið blikkar, þá þarf að vera sama hraða þetta. Annars sem við þurfum að gera er að við viljum kannski ekki að okkar myndband sé 6 mínútur lengd. Þannig að við viljum taka þessi lög og stytta það eins. En ég vil kannski mikla ná bara hérna frá 1:30. Ég get ljómað upp þetta hérna og ítt bara á delete. Þetta eftir það út. Annars sem við viljum gera, við viljum að endin á laginu svona fade out. Þannig að það sem við getum gert er að við getum hérna þá ljómað upp kannski nokkra sekundur hérna og farið í effect og fade out sem er hérna. Þá svona lækkar úr laginu. Þeir ætla bara að prófa að hlusta á þetta og sjá hvað hentar ykkur. Þegar þetta er allt saman komið, þá þurfum við að exporta þessu, búið til nýja hljóðskrá. Maður fer þá í file, export audio og síðan bara velja í stað og gefið save og ok hérna. Þá getur notað þessa hljóðskrá í Processing verkefni ykkar.